Já, við erum stödd hérna á Malarifi í Snæfellsbæ, þjóðgarðinum í Snæfellsbæ. Hér eru nemendur Lýðsólskóla sem einnig í Snæfellsbæ, Staðarsveit í Snæfellsbæ. Þeir eru komnir hérna til að taka til og laga sýningu sem sett upp fyrir nokkrum árum í Salthúsinu. Þetta nú dálítið merkilegt hús. Það hefur gegnt hlutverki salthús þegar það var útgerð hérna á Malarifi. Það hefur verið hesthús, það hefur verið dúfnakofi og núna síðast settu nemendur Lýðsólskóla upp alveg stór skemmtilega sýningu. Við ætlum einmitt að kíkja á þau. Krakkar, hvað eru þið að gera hérna í Salthúsinu á Malarifi? Tiltækt. Núna, bara. Tiltækt. Takið að ykkur að fara svona í hús og taka til. Er þetta fjáröflun eða? Nei. Hvað? Ég veit ekki alveg, sko. Við erum bara haldið upp á það sem við erum búin að gera þeim fyrir eitthvað 2 árum. Já. 3 árum. Og hvað er það sem þið gerðu fyrir 3 árum? Við byggum til þessa sýningu sem snýst það lífið hér á Malarifi snúðist á þeim tíma. Það er ekki bara myndirnar sem þið gerðuð og hérna, þessi fallegu verkefninni, þið smíðuðu líka borðið og stólana og það allt, er það ekki rétt að mér? Jú, og reyndum bara að endurvinna eins mikið við gátum. Bara á eins og gömul bretti sem við breyttum í borð og hillur og alls konar. Er þetta ekki gaman að gera þetta? Jú. Rósa, sýningin hérna í Salthúsinu á Malarifi, hvernig er hugmyndin að henni til komin? Hugmyndin er komin frá Guðbjörgu Gunnarsdóttur, þjóðgarðsverðir sem var hér. Þetta gerðist haustið 2015 að hún hafði samband og spurði hvort að við getum unnið inn í Salthúsið sýningu eða verkefni sem að væri þá að sjálfsögðu unnið af börnum og höfðaði til barna. Og við bara slóum til. Já, og skemmtilegt hlutverk núna sem það hefur með svona barnasýningu. Er áætlað að hún fái bara að standa bara eins lengi og allir vilja? Já, þannig barst aldrei neitt í tal, þannig að hún stendur bara enn og ég held að sé allir ánægðir með það ennþá. Þetta er bara ótrúlegt hvað hún endist. Það er að segja bara gripirnir. Eða kannski gaman líka að segja frá því að hérna hvernig hún er gagnvirk að því leiti að ferðamenn teikna og þeir skrifi gestabók. En þeir bera líka inn í húsið svona það sem þeir finna hjá sjónum, krabba, skeljar, svampa, bein og alls konar og steina og setja í gluggana. Og okkar hlutverk er svolítið það kannski að bera út úr húsinu aftur með fullri virðingu fyrir því sem þar var sett inn og taka niður myndir bara til að gera pláss fyrir næstu. Hvenær er það svo sem að sýningin er opnuð formulega? Hún var opnuð 2. júní 2016 með móttöku þjóðgarðsins. Þau tóku hérna mót okkur með veitingum og fíneri og hérna og þá var sýningin, já, eins og ég segi formulega opnuð, 2. júní 2016. Já, þannig að það er komin töluverð reynsla á sýninguna. Hún hefur fengið mikil og góð viðbrögð. Hún hefur fengið það og við höfum náttúrulega áhyggjur af því fyrst að yrði illa hana gengið og þetta yrði tekið, það yrði skemmt en ekkert slíkt hefur gerst. Og já, við erum bara mjög ánægð með það hvað er vel gengið hana og hvað hún stendur allt vel af sér. Hvað var það svona sem þið lögðuð upp með þegar þið fáið þessa beiðni að setja sýningu upp? Hvað höfðu þið alveg frjálsar hendur eða hvernig af hverju er hún í þeirri mynd sem hún er í núna? Já, við höfðum tiltölulega frjálsar hendur, auðvitað kastaði Guðbjörg fram hugmyndum náttúrufarið eða eitthvað svona í umhverfinu og við vorum satt að segja kannski, já, svolítið lengi af stað en við byrjuðum bara á því að reyna að tengja krakkana við staðinn því að fyrir okkur hafa þetta kannski meira verið svona aparólustaðir af því að það er aparóla hérna, hún er mjög vinsæl og fengum til liðs við okkur síðustu bændurna sem bjuggu hérna og þann sem var seinustu vitavörður og báðum viðtal og þær komu í skólan mæðgurnar Lovísa og Selma og spjölluðu við okkur. Selma var nemandi alla sína grunnskólatíð hjá okkur og krakkarnir voru búin að gera spurningar, alveg fullt af spurningum sem var svo búið að flokka saman eftir svona, já, hvers eðlis þær væru, að hverju þær sneru og þær komu og þau tóku þetta viðtal. Þannig vildum við eins og ég segi tengja þau við staðinn að hér hefði verið bara búið og hér hefði verið mikið líf og þetta tókst bara mjög vel. Síðan, þá vorum við samt ekkert endilega komin með hugmyndina því hvað ætti að fara inn á sýninguna. Við vorum kannski ennþá að hugsa fuglar, fjöll, eitthvað.
Þangað til allt í einu við bara föttuðum hvað þetta viðtal var frábært og hvað það væri gott að fá krakkana til að finna út úr viðtalinu hvað þeim þætti merkilegast. Og þau gerðu það og það settum við á spjöld, bæði þessi lyftispjöld og svo saltfiskana. Saltfiskarnir eru að sjálfsögðu gerðir til heiðurs saltfiskverkun sem var hér í húsinu. Við erum grænfánaskóli og við lögjum áherslu á að endurnýta og endurvinna og það var alveg mikil áherslu á það í allt sem fór inn í sýninguna. Við notuðum flutningsbretti fyrir borð og hillur og við notuðum dagblöð til að gera saltfiskana úr og plötur sem við áttum fyrir flettispjöld. Við krakkarnir teiknuðu nokkrar myndir til að útskýra hvað lundrangarnir væru og rammarnir og dótið sem er svona borðunum, það bara úr góða hirðinum og það sem við fundum til. Þannig að þau spurðu mitt áðan, er þetta umhverfisvænt og tóku plastittaran sem þarna inni. Guðrún, lærið þú eitthvað af þessari sýningu? Já. Hvað fannst þér svona merkilegast? Áttu þér eitthvað uppáhaldina? Veit það ekki. Bara lærum allt svona. Hvernig lífið var hérna.